Orri Sigurjónsson. Orri, þú brosir breitt núna. Þú gerðir það líka í síðasta leik. Þetta var rosalegt mark sem þú bauðst okkur upp á lokasekúndunum á móti Fram. Var ekki ljúft að sjá Fjandásbolta inni? Jú, ég get ekki sagt þannig. Þetta er bara virkilega gaman. Mjög gaman að sjá boltan í netinu. Hvernig, segir mér, ég var nú að spjalla við Donna og það var eins og samt að væri einhver deyfð yfir ykkur í seinni hálfleik. Hvað gerðist? Já, ég veit ekki. Við bara byrjuðum aldrei leikinn. Ætlum bara að leyfa leiknum að fljóta út eða eitthvað, ég veit það ekki. En þetta slapp fyrir mót. Þetta slapp, vissulega. Hvernig leggst það í því að fá BÍ Bolungarvík í heimsókn? Þeir eru neðarlega á töflunni en þeir eru stórhættulegir. Ég er bara spenntur fyrir leik. Þeir eru búin að vera að versla inn hérna sterkar leikmenn í glugganum, þannig að ég býst við hörkuleik frá þeim. Við náttúrulega vorum að fá liðstyrk núna, hvað heitir hann aftur? Vonsi. Já, við vorum að fá, þannig að það hjálpaði líka til. Já, hann er bara spenntur leikmenn, hlakka til að sjá hann. Þetta brekkar hópinn. Já, þetta brekkar, það er bara allt í ákvöðu þetta. Orri, er ekki 3 stig á morgun? Það eru alltaf 3 stig á morgun. Þakka fyrir spjalli og gangi vel. Takk fyrir. Hér erum við nýjasta leikmann Þórs, Alfons Samsteð, kemur sér lánsmaður frá Breiðablik. Hvernig kom þetta til? Donni hafði bara samband við Arnar Grétars þjálfara og talaði að Gísli Páll, hægri bakvörður, var að fara út í skóla og þeim vantaði nýjan, þannig að þeir heyrðu í mér og sögðu hvort ég var ekki til í að koma. Þannig að þú þarft að, nú var nú Gísli Páll í Blikum smá tíma, þannig að þú kannski þekkir sporunars. Já, við erum í svipuðum sporum sko. Við spilum náttúrulega svipaðan leik líka, við fengum svipaða þjálfun, þannig að það ætti ekki að vera mikill munur á okkur. En fyrir svona unga stráka í stöðu, hvernig leggst það í því að fara svona norður í land þar sem að kannski þekkir ekkert marga hérna, hvernig leggst það í því? Bara mjög vel sko, þetta verður bara mikil reynsla, gaman að skoða þetta og það verður bara gaman, prófa eitthvað nýtt. Fyrsti leikur á morgun, það er BÍ Bolungarvík, þeir eru bara, þeim er ekki illa í sumar, en þeir hafa verið að bæta á þessi leikmönnum. Hefur þú skoðað eitthvað, hvernig leggst þetta í því? Já, ég var ekki búinn að skoða BÍ-liðið sjálft, en ég er bara búinn að vera að kíkja aðeins á fyrstdeildina og virðist vera sterk deild og maður er bara að gefa allt í þetta og bara koma sterkur inn í þessa deild. Eins og kom fram hérna í viðtali sem ég tók við Donna hérna áðan og Orra, að þá var síðast þegar við fengum Botli í heimsókn, það var Grótta og þá töpum við, þannig að þetta er erfitt stundum, getur verið hættulegt að taka á móti liðin sem að þannig að segja að vera slakari, en eru kannski ekki alltaf. Sjálfsög eru allir leikir í sér deild sterkir, öll lið geta náði stigið, þannig að því er ekkert að vera að slaka á, bara keyra á það og reyna að sitja fyrst á annað markið hérna, klára hann leik bara. Frá fyrstu til síðustu myndu? Nákvæmlega. En þetta sem sé bara þokkalega að koma hérna á norður og reyna fyrir hérna? Já, bara mjög vel sko, ég er bara alveg til í eitthvað nýtt og bara fá að spila, það er bara alveg máli. Takk fyrir spjallið og ég sé bara vonandi áttu góða tíma hérna fyrir norðan. Takk fyrir það.